Halló. Formálið. Bókinni sem heitir Rúnir. Rúnir eru og hafa verið notaðar til spásagna og galdurs aldaraðir og fyrir því eru til margar heimildir. Í þessu riti stuðst við hinn 24 stafa Fúþark en það var notaður í Norður- og Mið-Evrópu milli 1. og 8. aldar eftir Krist. Goðafræðilegur uppruni ætti flestum að vera kunnur en ef einhver þekkir ekki þar til þá bendi ég á rit herra Sölva Sveinssonar Guðirnir okkar gömlu. Sagnfræðilegur uppruni rúnanna. Fjölmargar tilgátur hafa komið fram uppruna þeirra en flestar eru ósannar og óstaðfestar. Mönnum ber þó nokkuð saman að gotneskar þjóðir hafa þróað þetta letur þegar þær dvöldust við Svartahaf. Hugmyndina stafró hafa þessar þjóðir frá menningarþjóðum í suðri en stafastíllinn blanda frá ýmsum áttum. Því miður virðist það ennþá álit manna að víkingar hafa verið ofstoppamenn og farið með rupli og ránum hvert sem þeir þóknaðist án tillits til eins né neins. En með auknum rannsóknum á fortíð vorri hefur aukist skilningur á menningararfi okkar þó við sjáum einungis mjög lítið af því lífi var. Það að segja með fornleifa uppgreftri. Eitt dæmi afleiðingar kristni hér á Íslandi hljóðfæaleysið. Ætla menn virkilega að fullyrða að það hafi engin músík verið til fyrir kristni? Hvar eru trommurnar eða flauturnar? Nóg nú til af efni hér við land og nægur tími á vetrum og við yfirsetu fjár á sumrin. Þeir segja að rúnakerfið hafi verið illa þróað og tilviljanakennt. Bendi ég á ritgerðina Sleipnir og rúnir Óðins eftir Ægi Guðmundsson 1992. Hér á eftir eru tvær aðferðir við spálagnir en það eru til fleiri aðferðir og verður þeirra getið síðar í seinni útgáfum. Holy. Einhver að fucking hugsa að tala mig. Oopsie daisy. Númer 1 stendur fyrir spyrjandann. Númer 2 núverandi aðstæður sem hafa áhrif á spurninguna. Númer 3 núverandi aðstæður sem hafa áhrif á spurninguna. Númer 4 liðin tíð sem hefur enn áhrif. Númer 5 framtíðin.
hvað er í gangi? Númer 1, það sem er rétt. Það sem þarf. Það sem krefst. Númer 2, það sem stendur með þér. Þáttur útþenslu, vöxtur, frjósemi og ánægja. Númer 3, þáttur krafts og styrks. Ef afstaðan er neikvæð þá sýnir hún veikleika. Viðvörun það sem ekki hefur verið tekið með í dæmið en hefði átt að gera. Átök og erfiðleikar. Númer 4, kjarni spurningarinnar, spyrjandinn sjálfur. Númer 5, kunnátta, hæfileikar og markmið, vonir og draumar. Stendur fyrir þá hvöt sem knýr spyrjandann til spurninga eða liggur á bak við spurninguna. Númer 6, hættur og andstæðir kraftar. Beri þessa stöðu vel saman við þriðju rúnina. Í þessari stöðu felast neikvæð áhrif, til dæmis reiði og hatur, ótti og græðgi. Númer 7, hluti sem eru ekki eins og þeir sýnast. Hinn leyndi þáttur, óljóst og leyndir kraftar að verki, veikleiki spyrjandans. Oft er hér sú fórn sem er krafist af spyrjandanum. Fé, F. Fé er frænda ró og flæðar viti og grafseð skata. Þegar þessi rún snýr upp rétt, gæfa, frjósemi, verðmæta aukning og velgengni í framkvæmdum. Þegar hún snýr upp öfug, þá er það ófrjósemi, óheppni, skortur á stjórnun, sérstaklega í fjármálum, iðslusemi. Á hvolfi rétt. Til að ljúka við hlutina verður þú að taka með í reikninginn hin huldu öfl í sjálfum þér og öðrum. Öflun sköpunarinnar verður ekki stjórnað. Það verður að lokka þau til. Stjórnlausir kraftar. Á hvolfi öfug. Hagstæð öfl eru að verki í leynum. Getur oft táknað möguleika á að hagnast á aðstæðum ef þú ert tilbúin til að hörfa stundarsakir. Stundum þegar hindranir eru óyfirstíganlegar þá verum við að fara til hliðar eða suður til að komast norður. Stundum þegar hindranir eru óyfirstíganlegar þá verum við að fara til hliðar eða suður til að komast norður. Úr.
nú, eða ú. Úr er skýjagrátur og skaraþverir og hirðishatur. Þegar þessi rún snýr upp rétt, þá merkir hún ofgnótt, andagift, ábendingum að þú stjórnir þínu stað í sólskininu. Sýnir sigur mannsins yfir lægri hvötum sínum. Sterkur vilji. Rúnin táknar einhvern sem stjórnar sínum innri heimi, en leitar eftir að stjórna umhverfinu. Þegar þessi rún snýr upp en öfugt, þá merkir hún harka, grimmd og ruddaskap. Persóna sem samþykkir ekki aðra skoðanir. Vanþroski hugans leitast til að reyna að drottna. Hún sýnir einnig að grimmd er aðeins gríma yfir óöryggið. Einræðisherra sem er sennilega nálgast valdalok sín. Þegar hún snýr á hvolfi en rétt, þá merkir hún hættur umkringja þig. Rúnin sýnir óstöðugt ástand og krafta sem vinna gegn þér. Þetta er ekki ímynd, andstæðra afla eða óvina, heldur er þetta ópersónulegir atburðir og öfl sem eru enn að verki og séð frá þinni hlið. Þá hindra þau þig í að ná takmarkinu. Hún bendir á erfiða tíma framundan sem gætu reynt að þolgæði þitt. Þegar þetta snýr á hvolfi en öfugt, þá merkir þessi rún vanmátt, skort og styrk, krafti eða hæfileikum til hreyfinga. Hugmyndaskortur eykst og deyfð, sem hindrar allar aðgerðir. Þú þarft að horfa upp á erfiða tíma áður en þú tekst að skera upp þín laun. Óumflýjanlegt tímabil stöðunar og þú verður að taka því og læra af því. Upsi daisy. Þurs eða þ. Þurs er kvennaböl og klettabúi og varðrúnar ver. Þegar þessi rún snýr upp og rétt, þá merkir hún ferðalag í huganum eða líkamlegt. Skoðanabreytingar eru oft samfara breytingunum á staðháttum, en hvort tveggja er nauðsynlegt lífinu. Endurnýjun á hugsunum og uppstökkun á hlutunum væri ekki úr vegi. Mundu það að þegar þú ferðast þá tekur þú sumt með þér en annað er skilið eftir. Ef þú ferðast í huganum skildu þá eftir þann andlega farangur eftir sem þú þarfnast ekki. Ef þú ferðast í huganum skildu þá eftir þann andlega farangur eftir sem þú þarfnast ekki. Þegar þessi rún snýr upp og öfugt, þá merkir hún kyrrstöðu. Neita að horfast í augu við staðreyndir og að breytast við réttar aðstæður. Getur einnig táknað slæmar fréttir sem eru líklega skapaðar af manni sjálfum. Viðvörun að þú verðir að endurmeta lífið þitt og þú skalt búast við því að hlutirnir gangi ekki eins og þeir hafa gert. Og alveg er þetta eitthvað illa teiknað hjá mér núna. En hérna er þetta á hvolfi rétt. Þegar þessi rún snýr á hvolfi en rétt, þá merkir hún óstöðuleika og breytingar.
getur einnig táknað að hlutirnir eru ekki allir þar sem þeir eru séðir. Þetta getur verið ímynd loka bragðarefnum sem gat valdið skemmdum og hættum ef ekki var að gætt. Líttu vandlega í kringum þig. Sennilega er einhver nálægt þér sem er, ef ekki illgjarn, það nógu hrekkvís til að valda þér skaða. Upsi daisy. Og þegar þessi rún snýr á hvolfi og öfug, þá merkir hún fölsk loforð og blekkingar. Aðvörun að gæta að hvað sagt er í kringum þig. Þetta getur þýtt að logi sé upp á þig, eða þínar eiginlegar komið þér í koll. Til forna var legin raunveruleg mengun, og þessi staða rúnarinnar varar þig við að slík mengun sé í grennd. Það verður að takast á við þetta, annars er hætta á falli. Ós, eða ó, ás, eða á, a til á. Þetta hérna er ásinn, eða ós. Ás hinn álmátti. Ós er aldinn gautur og Ásgarðs jöfur og Valhallar vísi. Þegar þessi rún snýr upp og rétt, það merkir hún góðlegan kraft sem venjulegast er þér til hagsbóta. Þetta getur verið ópersónulegur kraftur eða hann birtist í gegnum aðra manneskju. Rúnin mælir einnig með því að þú hlustir á ráðleggingar eldri og reyndari. Hún vísar einnig á gildi bænarinnar og frið við goðin. Atburðum er núna stjórnað af öflum sem eru utan þinna áhrifa, en þetta er ekki sömu öfl og örlögin. Vertu meðvitandi þessa krafta og hvernig á að fljóta með þeim, en mundu það að þú munt aldrei geta stjórnað þeim og notað í eigin þágu. Þegar þessi rún snýr upp en öfugt, þá merkir hún vanmat. Útkoman verður smán og hörmung ef þú breytir ekki stefnu í framkvæmdum þínum. Mundu að það sem virkaði í gær þarf ekki að virka í dag. Þú þarft að breytast og aðlagast breyttum aðstæðum. Þegar þessi rún snýr á hvolfi en rétt, þá merkir hún styrk viljans til að kanna ný svið. Styrk viljans til að kanna ný svið. Sjálfið hefur þann kraft sem þarf til að breyta sjálfu sér. Sýnir hæfileikann til að taka áhættur og horfast í augu við hætturnar. Vitandi að þótt ekki sé allt kunnugt, þá sé hægt að sjá flest fyrir. Táknar vel heppnað áhættu og er almennt góður fyrirboði við upphaf framkvæmda. Og þegar þessi rún snýr á hvolfi en öfug, þá merkir hún eyðilegging og ógæfu. Vandamál sem þú hefur sjálfur kallað yfir þig. Niðurrif hindrana í þér sjálfum hefði átt að gerast fyrir löngu. Lægð, deyfð, kreppa, fráfall ástvinar eða sambúðarslit.
Reið eða R. Reið er sitjandi sæla og snúðug ferð og jórserfiði. Þegar þessi rún snýr upp og rétt, þá merkir hún könnunarleiðangur inn á hin ójarðnesku svið tilverunnar. Hvort sem það er ríki dauðans eða hærri svið meðvitundarinnar, afhjúpun leyndra hluta með spádómum, innsæis, röksemdafærslun eða játningu. Að geta séð í gegnum yfirborð hlutana eða farið yfir á önnur svið er venjulegast jákvæður eiginleiki, en það kveður á þörfina að hafa stjórn á hlutunum til að geta náð í upplýsingarnar. Snýr upp og rétt. Þá merkir þessi rún könnunarleiðangur inn á hin ójarðnesku svið tilverunnar. Hvort sem það er ríki dauðans eða hærri svið meðvitundarinnar, afhjúpun leyndra hluta með spádómum, innsæis, röksemdafærslum eða játningu. Að geta séð í gegnum yfirborð hlutana eða farið yfir á önnur svið er venjulegast jákvæður eiginleiki, en það kveður á þörfina að hafa stjórn á hlutunum til að geta náð í upplýsingarnar. Þegar Óðinn vakti upp dauðu völvuna til að vita hvað draumar Baldurs táknuðu, þá varð hann að neyða hana til að svara hverri spurningu. Svipaða ákveðni þarf einnig í fyrirgreindum málum, og þegar örlögin eru of sterk þá getur það orðið álíka árangurslaust að reyna að afstýra hlutunum eins og var hjá Óðni. Og nú þegar þessi rún snýr upp en öfug, þá merkir hún straumhvörf í trúmálum. Ögrun við venjubundin viðhorf til hlutana. Innsæið dugar hér þar sem rökfræði og hversdagsleg þekking er vanmáttug. Lærðu að treysta eðlisávísun þinni sem hefur slípast til að gegnum 1000 ára þróun, en persónuleg þekking þín hefur aðeins þroskast í þessu lífi. Snýr upp og öfug. Þegar þessi rún snýr upp og öfug, R, þá merkir hún straumhvörf í trúmálum. Ögrun við venjubundin viðhorf til hlutana. Innsæið dugar hér þar sem rökfræði og hversdagsleg þekking er vanmáttug. Lærðu að treysta eðlisávísun þinni sem hefur slípast til í gegnum 1000 ára þróun, en persónuleg þekking þín hefur aðeins þroskast í þessu lífi. Sæti Voffi. Ég ætla að koma fram. Snýr upp og öfug. Snýr upp og öfugt, þá þýðir þessi rún straumhvörf í trúmálum, ögrun við venjubundin viðhorf til hlutana. Innsæið dugar hér þar sem rökfræði og hversdagsleg þekking er vanmáttug. Lærðu að treysta eðlisávísun þinni sem hefur slípast til í gegnum 1000 ára þróun, en persónuleg þekking þín hefur aðeins þroskast í þessu lífi. Þegar þessi rún snýr rétt en á hvolfi, þá merkir hún lögmálið nær yfir alla, jafnt háttsetta sem undirmáls fólk. Þá ríku jafnt sem fátæka. Þetta lögmál er órjúfanlegt, öruggt og ópersónlegt. Hér er verið að benda á nauðsyn fórnar, því árangur næst ekki nema einhverju sé til kostað. Gjöf kallar á gjöf og á sama hátt er átak nauðsynlegt til að ná marktækum árangri. Á nútímamáli væri sagt að ekkert fáist frítt. Vertu viðbúin að taka á móti í samræmi við það sem þú lætur frá þér. Og þegar þessi rún snýr á hvolfi en öfug, þá merkir hún græðgi, ruddaskap, illsku og samstæða með öflum ringulreiðar. Þetta er afstæða loka og heljar, verur óreiðu og dauða.
Þetta er einnig afstaða ormsins Nýþöggs, sem reif í sig nái þeirra sem dóu vanhelgum og niðurlægjandi dauða. Hér er verið að benda á rangar aðferðir, fölsk áform og viðleitni til að öðlast það sem maður á ekki með réttu. Já, já, ekki máli. Kán, K-G. Kán er barnaböl og bardagaför og holdfúga hús. Þegar þessi rún snýr upp og rétt, þá merkir hún kraft, eldmóðu, bjartsýni og þekkingu. Hér er verið að benda á verðskuldaða velgengni, ákvarðaðar áætlanir eru traustar og tímasetningin rétt, svo að málin munu ganga þér í hag. Þú munt yfirstíga hindranir á leið þinni og þú getur náð settum takmörkum í lífi þínu, eins og þú þurfir rétt að teygja þig í þau. Kán, K-G. Snýr upprétt. Þegar þessi rún snýr upprétt, þá merkir hún kraft, eldmóðu og bjartsýni og þekkingu. Hér er verið að benda á verðskuldaða velgengni. Ákvarðaðar áætlanir eru traustar og tímasetningin rétt, svo að málin munu ganga þér í hag. Þú munt yfirstíga hindranir á leið þinni og þú getur náð settum takmörkum í lífi þínu, eins og þú þurfir rétt að teygja þig í þau. Þegar þessi rún snýr upp en öfug, þá merkir hún sjálfsköpuð óvissa og óframfærni. Þetta er ábending að þú vanmetir hæfileika þína og getu. Þú getur verið fullviss það að sá ónotaði máttur sem þú þarfnast er til staðar. Þó svo að æfinguna vanti til að fullþroska hann. Þú ættir að vera samvinnufúsari og mundu að ef þú ert ákveðin að gera eitthvað þá ertu þegar hálfnaður með verkið. Þegar þessi rún, Kán, snýr upp en öfug, þá merkir hún sjálfskapaða óvissu og óframfærni. Þetta er ábending að þú vanmetir hæfileika þína og getu. Þú getur verið fullviss það að sá ónotaði máttur sem þú þarfnast er til staðar. Þó svo að æfinguna vanti til að fullþroska hann. Þú ættir að vera samvinnufúsari og mundu að ef þú ert ákveðin að gera eitthvað þá ert þú þegar hálfnaður með verkið. Þegar þessi rún snýr á hvolf en rétt, þá merkir hún skorta vilja, sóun á hæfileikum, peningum eða arfleið, tilhneiging til að eyða því sem hefur verið aflað. Taktu þér taki, því þú átt í hættu að falla undir utanaðkomandi áhrif eða afbrigðilegar tilhneigingar. Gættu þín á ofdrykkju og öðrum vímugjöfum. Og þegar þessi rún snýr á hvolf og öfug, þá merkir hún tímabil sjálfseyðingar.
Þú verður að yfirstíga eitthvað í sjálfum þér áður en frekari framför getur átt sér stað á andlega sviðinu. Þér er varnað því. Að draga þig í hlé frá einhverri starfsemi til að hugsa málin betur. Gjöf eða G. Vin sínum skal maður vinur vera og gjalda gjöf við gjöf. Hávamál vers 42. Þegar þessi rún snýr upp þá táknar hún gestrisni og vinskapar, gleði og fagnaðar. Rúnin táknar umbyrðarlyndi, samúð og göfuglindi andans. Hún getur einnig verið að gefa í skyn að ástarævintýri sé í uppsiglingu. Og þegar þú sér þessa rún á hvolfi, þá merkir hún ofmettun, aðgerðaleysi, leti og skort af viðleitni. Líkamlegu heilbrigði hefur verið kaffært og þreyta kemur í staðinn. Getur einnig táknað lítilsháttar veikindi. Vin vaff. Ungur var ég forðun, fór ég eitt saman, þá var ég villur vega. Auðugur þóttung ég annan fann, maður er manns gaman. Hávamál vers 47. Vaff. Þegar þessi rún snýr upp og rétt, þá merkir hún hamingju, velgengni og farsæll endir á tilraunum. Stendur fyrir manneskju sem er að uppskera velgengni sína og laun. Þar að réttlát laun fyrir aukið verk, eða réttlát laun fyrir aukið erfiði. Þegar þessi rún snýr upp en öfugt, þá merkir hún heimsku og fíflaskap. Röng ímynd gefur alltaf rangar ályktanir. Sama hvað gallalausi rökfræðin á bak við hana er, gefur einnig til kynna kæruleysi og fljóthuga viðhorf, sem einkennast af snöggri framkvæmd en hugsunin er eftir á. Vaff. Þegar þessi rún snýr upp og öfugt, þá merkir hún heimsku og fíflaskap.
Röng ímynd gefur alltaf rangar ályktanir, sama hvað gallalaus rökfræðin á bak við hana er. Gefur einnig til kynna kæruleysi og fljóthuga viðhorf, sem einkennast af snöggri framkvæmd en hugsunin er eftir á. Úpasí. Og þegar þú sér þessa rún á hvolfi en rétt, þá merkir hún efnisleg þægindi og velgengni í þeim málum, auður og vinsældir, möguleiki á líkamlegum samskiptum og ánægju, án ófyrirséðra óþæginda, svo framarlega sem efnislegar þarfir fá að njóta sín innan sinna marka, þá er varla annað hægt en að álíta það gott. Og þegar við sjáum þessa rún á hvolfi en öfug, þá merkir hún viðvörun leyndar hættur og gildrur. Hér gæti verið undirferli sem hefur yfirsést. Sestu niður og hugsaðu hlutina aftur. Hverju hefur þú gleymt? Hvaða óvini hefur þú álitið ómerka en eru það ekki?
Hagall eða há. Hagall er kaldakorn og krapadrífa og snákasótt. Þegar þú sér þessa rún snúandi upp, þá merkir hún þörf er á átaki og erfiði. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp, þá merkir hún að það er þörf á átaki og erfiði. Hægt er að vinna sigur ef til þess er kostað. Þú verður raunverulega að taka á honum stóra þínum til að sigur náist og getur jafnvel svo farið að þú komir út á sléttu. Þú getur ekki forðast þessi átök eða ósamlyndi. Getur einnig táknað eyðingu á einhverju sem er úrelt eða fjarlægingu á því sem er málinu óviðkomandi. Getur einnig táknað eyðingu á einhverju sem er úrelt eða fjarlægingu á því sem er málinu óviðkomandi. Það er hann Hagall. Og þegar þú sér þessa rún og hún snýr niður, þá merkir hún tjón, fráhvarf og ósigur. Hún getur táknað að það sem þú ert að gera núna sé komið í vandræði vegna skorts á varanlegu átaki. Þú munt að öllum líkindum þurfa að þola efnisleg harðræði og ósigur og orsakavaldurinn ert þú. En fátt er svo með illu eða ei boðið nokkuð gott. Ósigur þinn og niðurlæging í dag getur verið nauðsynlegur lærdómsþáttur til að þú getur sigrað næst. Já. Ég þakka boðið sko, en ég er bara að gera eitthvað einmitt núna og ég vill eiginlega ekki borða neitt. Ég er bara upptekinn. Elska þig. Ég skal gera það. Ég elska þig. Nauð eða enn. Nauð er þýjarþrá og þungur kostur og vásamleg verk. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp, þá merkir hún að stóru tækifærin eru í hönd. Velgengni verður ekki stöðvuð. Sigur, fögnuður og stór boðskapur er spá þessara rúnar. Tækifærin verður að grípa því þau munu leiða til afreka og dáða, auðs og valda. Og þegar þú sér þessa rún og hún snýr á hvolf, þá merkir hún að þú munt mæta öflugum andstæðingi sem hægt er að sigra. Hlustaðu ekki á bölsýnismenn eða falskar ráðleggingar annarra. Þú átt varaforða af orku og þreki sem enn er ósnert. Með þolinmæði og þrautseigju getur þú leyst vandamál þín með því að fást við eitt í einu. Ís. Ís er árbörgur og unnar þak og feigra manna fár. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp, það merkir hún guðlegt réttlæti. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp, þá merkir hún guðlegt réttlæti og vald þegar við blása átök og erfiðleikar. Guðlegt réttlæti og vald þegar við blasa átök og erfiðleikar. Hvað sem aðrir gera þér, þá geta þeir aldrei stolið virðingu þinni.
Þú munt alltaf hafa möguleika á því að standa upp aftur og berjast af meiri mætti en áður. Réttlætið er ósigrandi og við þurfum aðeins að starfa í samræmi við það til að sigra. Okay. Þegar þú sérð í eða ís á hvolfi, þá merkir þessi rún fréttir og boðskap. Ábendingum að samningsumleitanir munu bera meiri árangur en deilur. Hér getur einnig verið að segja þér að þú sért að skapa þér nýjar fjendur. Gættu að framkomu þinni sérstaklega gagnvart vinið þínum, því þeir geta verið þér hjálp á erfiðum tímum. Gamalt orðtæki segir: vegurinn að vinahúsum er alltaf beinn, þó svo þéttan skóg sé að fara. Þetta minnir okkur einnig á það að vera vinur vina sína til að halda þeim. Ár. A-á. Ár er gumna góði og gott sumar og algróinn akur. Þegar þú sérð þessa rún og hún snýr upp, þá merkir hún uppskerutíma. Þessi staða táknar gleði, hamingju og samfélagsanda. Hún sýnir góða tíma framundan og umbun fyrir álagt erfiði. Þetta getur líka verið tákn kvíða hjá hverjum þeim sem lagt hefur mikið á sig mikið erfiði. Fyrir eins og í lífinu þá eru til uppskerubrestir, en slíkt er ekki aðal áhersla þessara rúnar. Hún er í grundvallaratriðum rún fagnaðar og gleði. Hún gefur til kynna að lánsamar tilraunir eiga sér stað. Og þegar þú sér hana á hvolfi, þá merkir hún hlé á ákafri framtakssemi eða harðri vinnu. Þetta er tími sáningar en ekki uppskeru. Ef þú hefur hafið viðskiptarekstur eða því líkt, þá er ekki sá tími núna til að taka út gróðann, heldur að halda áfram að byggja upp. Byrðunum verður létt að þér sem veitir þér meiri frítíma, eða það er líka einn hagsbótinn sem þú mátt eiga von á. Jór, jóð, je. Ríki sitt skilir ráðsnotra hver í hófi hafa. Þá hann það finnur með fræknum kemur að engi er einna hvatast. Hávamál vers 64. Þegar þessi rún snýr upp, þá merkir hún stærsta leyndarmálið.
Voldugasta ríkið og mestu breytinguna í mannkynssögunni er hægt að taka saman í hendi sér. Þegar þú sér þessa rún snúandi upp, þá merkir hún stærsta leyndarmálið. Voldugasta ríkið og mestu breytinguna í mannkynssögunni er hægt að taka saman í hendinni sér. En spenntu bogann ekki of hátt, né vertu að eltast við smáhluti. Þó svo að þú eigir þín takmörk, þá máttu ekki hugsa kæruleysislega þau. Hér eru möguleikar fyrir vöxt og innsæi. Gríptu þá. Og þegar þú sér þessa rún á hvolfi, það merkir hún tilfinninga, óreglu og brögð. Þú ert að blekkja sjálfan þig meira en aðra. Þú verður að þekkja betur inn á sjálfan þig og aga þig til ef þér ætlar að takast eitthvað í lífinu. Byrja strax á innri sjálfskunnun. Plástur P. Nótt verður fegin, sá er næsti trúir. Skammar eru skipsrár. Hverfir haustgríma, fjöldum viðrir á 5 dögum en meira á mánuði. Hávamál vers 74. Plástur P. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp rétt, þá táknar hún erfiðleika tíma, sem eru ekki bara hættuástand, kallar á tafarlausar aðgerðir heldur einnig tími ákvarðana. Á þessari stundu þarftu að velja og hafna margt, en það sem þú velur mun hafa áhrif á líf þitt langan tíma, og því verður þú að velja viturlega. Hér í heimi er rúnin oftast hættumerki. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp en öfug, þá merkir hún stöðnun, ófrjósemi, hrörnun. Hún getur táknað dauða í fjölskyldunni. Þetta er grafarúnin í sinni ógeðfelldustu mynd. Og þegar þú sér þessa rún og hún snýr á hvolfi en rétt, þá merkir hún ósigur, óreglu og sóun. Ábending að vera meðvitaður að þú getur dáið þá og þegar. Þar sem dauðinn er alltaf nálægur, þá getur þú lært eitthvað af því. Lært hvað sé nauðsynlegt og hvað ekki. Og þetta verður þú að læra. Það eru til hlutir sem eru ekki þess virði að berjast fyrir, þar sem þeir eru ekki það mikilvægur þáttur í framþróun lífs þíns.
Og svo þegar þú sér þessa rún á hvolfi og öfug þá merkir hún sundrung, ónýting og eyðing. Suma hluti eru ekki hægt að forðast og þegar reynt er að forðast þá hefur það aðeins verri afleiðingar fyrir þig og þína. Gefðu þig örlögunum á vald og farðu á rétta braut. Þú ert búin að koma þér í óverjandi stöðu, láttu hana hrynja og byrjaðu upp á nýtt. Þó þessi rún getur verið kölluð plástur, þá er raunverulega meiningin þessara rúnar teningur. Nánar tiltekið teningakast, þar að hið óvænta lífið er hverfult. Þegar þú sérð Ír er bendur bogi og óbrjótgjarnt járn og fífu fárbauti. Þegar þú sérð Ír og hún snýr upp og rétt, þá merkir hún heilsu, ánægju og atgervi. Óvinnandi valdastöðu, afreksverk og velgengni. Hún táknar vörn gegn óvinum. Þú ert á toppnum þar sem þú getur verulega notið þín. Verndarrún, gæfurún. Þegar þessi víst snýr upp en öfug, þá merkir hún áminningu að viðhafa umburðarlyndi þegar lítið er á kringumstæður annarra. Þú ættir að vera nærgætnari og setja því í spor annarra öðru hverju. Mundu að sjálfsköpuð ógæfa getur þurft á hjálp annarra til að hægt sé að laga hana. Og hvolfi en rétt, þá merkir hún óheiðarleika, fjaflað með röngum og óheiðarlegum hætti. Þetta getur verið viðvörun til þín að breyta framferði þínu en þó öllu fremur viðvörun að einhver sé að svindla þér. Og þegar þú sér þessa rún og hún snýr á hvolfi og öfug, þá merkir hún að þú hefur látið varnir þínar síga of mikið. Eins og herlaust land þá verður þú að reisa varnir þínar frammi fyrir aðsteðjandi hættu. Núna er tíminn til að leggja fyrir og borga skuldir. Þú ert varaður við slæmum tímum sem geta verið af innri aðstæðum. Sem sagt þunglyndi, ytri aðstæðum, til dæmis álag í vinnunni. Þú verður að hefja endurreisn strax. Einnig er þér bent á að vera afskiptalausari gagnvart slúðri. Byggðu upp líkamsreisti þína svo þú útkeyrist ekki og jafnvel veikist á komandi erfiðstímum. Skipulegðu alla samvinnu. Í 16 stafa fúþark er þetta stafurinn R. Þegar þú snýrir svo hvolf, sko. Bara svo þið vitið.
S. Sól. Sól er skýjaskjöldur og skínandi röðull og ísaldur tregi. Sól er skýjaskjöldur og skínandi röðull og ísaldur tregi. Þegar þú sérð sól, sem sagt S-rúnina, og hún snýr upp, það merkir hún dáð, afrek og viðtaka réttmætra verðlauna. Hæfileikar koma fram á sjónarsviðið. Aukin gæfa og blessun. Almennt er þetta tákn fyrir góða gæfu og hamingju. Aukin gæfa og blessun. Almennt er þetta tákn fyrir góða gæfu og hamingju. Og þegar þú sér þessa rún á hvolfi, þá merkir hún að þú ert að reyna að stjórna fleiri í einu en þú ræður við. Getur einnig táknað ósamstillta krafta, að það sé treyst of mikið á eina hlið mála. Dragðu þig út úr einhverri starfsemi, svo þú hafir meiri tíma, peninga og orku fyrir sjálfan þig og annað ótalið. Týr eða té. Týr er einhent rás og úlfsleifar og hófa hilmir. Þegar Týr snýr upp og rétt, þá merkir Týr réttlæti, gerðardóm og framkvæmd eða lög og reglur stjórnunar. Þessi rún leggur áhersluna á þá þörf að vera réttlátur og sanngjarn í samskiptum þínum. Hún þýðir að þú þarft að taka betur á svo að aðrir séu ekki að bera þínar byrðir né þú þeirra. Er einnig áminning að standa við sinn hlut af samkomulaginu. Á hvolfi en rétt þá merkir Týr freistingu, hætta á siðferðislegu falli, áminning að það sem er of gott til að vera satt er líklegast varuga vert. Það er oft betra að halda sig við gefin áform í stað þess að reyna við skotfengin gróða. Hæg framför er svo sem ekkert sérstök en hún er líklegri til að vera öruggari og endast lengur. Haltu þig við það sem þú veist að er rétt og sanngjarnt, hvað sem freistandi tilboðun líður. Bjarkan, björk eða bé. Bjarkan er laufgað lim og lítið tré og ungsamlegur viður. Þegar bé snýr upp og rétt þá merkir bé allsnægtir, möguleiki á hjónabandi eða ástarævintýri.
táknar tímabil tilfinningalegs stöðugleika og hamingju. Getur táknað skjól í storminum, tækifæri til að komast undan vandræðum frekar en að fást við þau. Og þegar þú sérð B standa upp en öfugt, það merkir það breytingar á tilfinningasamböndum, rof á samböndum sem eru ekki til neins lengur. Þú munt gangast undir gagngerar breytingar á líf þínu, ný viðhorf, nýir vinir og störf. Með góðu eða illu verður það gamla og úrelta að hverfa því ekki fyrr getur nýtt hafist. Á hvolfi en rétt þá merkir B. Bjarkan að þú stendur frammi fyrir nokkrum valmöguleikum og þangað til að þú ert búinn að taka ákvörðun munt þú þurfa að þola fábrottan tíma. Venjulegast stendur valið milli þess sem er vani, siðvenjubundið og þess sem þú vilt. En þú verður að taka þess ákvörðun þegar til kastanna kemur til þess að hún nýtist þér til fulls. Og þegar þú sérð B. Bjarkan rúnina á hvolfi og öfug, það merkir hún sjálfsblekkingu, loftkastala og draumórar. Þú ert ekki raunsær í markmiðum þínum eða athöfnum. Tillaga að gefið loforð verði ekki efnt þar sem ekki hægt að standa við það. Eikur eða merkir eikur Ósnjallur maður hyggst munu ei lifa ef hann við víg varast, en elli gefur honum engi frið þótt honum geirar gefi. Hávamál vers 16. Þegar eikur eða snýr upp og rétt þá merkir það afl, hugrekki, harka og þolgæði eru hér augljós. Sýnir hæfileikann til að takast á við málefni, hver svo sem þau eru og ganga frá aðsteðjandi vandamálum. Þegar eikur stendur á hvolfi, þá merkir það aðstoð utan er á leiðinni. Leitað eftir utan aðkomandi aðstoð ef verkefnið er of stórt. Hversu ömurlegar sem aðstæður eru núna, þá fer bráðum að birta til og hægt verður að finna hjálp. Á hvolfi merkir eikur aðstoð að utan er á leiðinni. Leitað eftir utan aðkomandi aðstoð ef verkefnið er of stórt. Hversu ömurlegar sem aðstæður eru núna, þá fer bráðum að birta til og hægt verður að finna hjálp. Maður eða Maður er manns gaman og moldarauki og skipaskreytir. Þegar maður eða rúnin snýr upp,
þá merkir hún í þessari stöðu táknar rúnin þegar rúnin snýr upp þá merkir rúnin venjulegast sjálfan spyrjandann og einkennist af rúnunum í kring. Táknar einnig þörfina á nákvæmari samstillingu allra undirstöðu atriða. Þegar réttir hlutir eru blandaðir saman í réttu hlutfalli þá næst réttur árangur. Og þegar þú sér þessa rún sem merkir M og mann á hvolfi þá merkir hún tækifæri til að betrumbæta hjá sér. Já, M merkir á hvolfi tækifæri til að betrumbæta hjá sér. Umbreyting frá því verra til hins betra. Ábending stóran möguleika í náinni framtíð sem þú ættir að grípa. Lögur, laukur, ell. Lögur vellanda vatn og víður ketill og glömmungagrund. Ell. Þegar þú sér þessa rún snúandi upp, þá merkir hún viðurværi og næringu. Annaðhvort í grundvallaratriði með almennum. Í heimi nútímans táknar þetta hæfileika, hamingju og breytingu til hins betra, jákvæð örlög og umbun. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp en öfugt þá merkir hún breytingu á sjálfsvitund og hugmyndun af völdum vaxtar. Og þegar þú sér hana snúandi upp og öfugt þá merkir hún breytingar á sjálfsvitund og hugmyndum af völdum vaxtar. Innri breytingar á tilfinningum og andlegu sviði. Framþróun og þroski. Þegar þú sér þessa rún snúandi á hvolf en rétt þá merkir hún breytingar til hins verra. Möguleiki á því að sogast niður með vandræðunum getur táknað geðbilun eða aðrar miklar þjáningar. Svall og ólifnaður getur táknað taumlausa kynhvöt, brókarsótt eða afbrigðilegheit, ofmettun. Brókarsótt. Þetta getur merkt voðalega vondar hluti. Skulum hafa augun á því og passa okkur á þessu merki. Sérstaklega ef þið stundið óskynsöm kynhvöt. Og núna á hvolfi og öfug þá merkir þessi rún afturhvarf til hins liðna í þeim tilgangi að læra, leita hughreysingar eða til gamalla lifnaðarhátta. Hver það af þessum þremur möguleikum ræðst af nærliggjandi rúnum og ráðleggingum aðgerðir ráðast einnig af því. Hver það af þessum þremur möguleikum ræðst af nærliggjandi rúnum og ráðleggingum aðgerðir ráðast einnig af því. Laukurinn.
Ing var í árdaga með Austurdönum senn af seggjum, uns hann síðan eftir yfir vog hvarf vagn eftir hann. Stúdía Íslandika númer 21. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upprétt, merkir hún þekkingu og ráðleggingar frá öðrum, samfundur vina, lagning undirstöðu sem mun vara lengi, góðir tímar í lífi einstaklings, hrós og velþóknun frá öðrum. En þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp en öfugt, þá merkir hún kennslu og góðar ráðleggingar frá öðrum til handa. Getur táknað skriftir eða útgáfustarfsemi af einhverju tagi. Þú býrð yfir þekkingu og hæfileikum sem aðrir meta mikils og þú ættir að deila því með öðrum. Þegar þú sér þessa rún á hvolfi en rétt, þá merkir hún metnað. Metnaður eftir jarðneskum auði, völdum og yfirráðum eða metnaður eftir jarðneskum auði, völdum og yfirráðum eða sjálfstjórn. Staðan sýnir járnvilja til að vinna að draumi sem getur verið góður eða slæmur. Sýnir viljan til að fórna til að ná settu marki en einnig viljan til að fórna öllu án samræmis við verðgildi sjálfs takmarksins. Að sjálfsögðu eru sterk einkenni heimsku og þröngsýni tengd þessari stöðu rúnarinnar. Og þegar þú sér hann á hvolfi og öfuga, þá merkir hún glæpsamlegar tilhneigingar. Táknar réttláta vanþóknun samfélagsins. Einhver á hálum ís og ætti sá hinn sami að hafa í huga að til eru æðri öfl sem geta og munu refsa stranglega. Áminning að tilgangurinn helgi ekki meðalið og að þú skulir ekki leika ódrengilega vegna þess að andstæðingurinn geri það sjálfur. Þú átt ekki að brjóta reglurnar bara vegna þess að þær verði brotnar fyrr eða síðar. Dagur. D-eð. Þegar þú sér þessa rún snúa upp, þá merkir hún hámark málefnisins. Vel heppnuð niðurstaða á hlutunum. Samningaviðræðum. Framtakssemi eða menntun. Á andlega sviðinu táknar þetta árangur og umbreytingu. Meðvitundarinnar yfir á hærri svið. Þetta er hin farsæla byrjun og andinn mun taka við stjórn daglegra mála. Rúnin býr yfir krafti sólarinnar, lífgjafi dagsins og á því hlutdeild í krafti sólkonunga. Þessi kraftur endurnýjunar og í spálögnum er rúnin að sýna vöxt á þessum krafti. Þetta er velgengni í allri sinni mynd. Þó það sé lítill munur á hvolfi merkir þessi rún að sami kraftur er óvirkur. Táknar að ný framvinda sé á leiðinni,
Núverandi aðstæður eru ekki endalókin. Venjulegast er verið að benda þér á að þú hafir lagt af stað of snemma og ættir að draga þig tilbaka til frekari umhugsunar, undirbúnings og þjálfunar. Getur verið ábending að þú munir hafa gott af bindindi eða hugleiðslu í smá tíma. Óðal eða ó. Þegar þú sér þessa rún og hún snýr upp, merkir þessi staða getur táknað, Þegar þessi rún snýr upp og rétt, þá getur þessi staða merkt gott hjónaband eða fjölskyldustarf, en almennt táknar hún fjölskyldubönd, hefð og skyldur afkvæma. Til forna var fjölskyldan mjög mikilvæg og þýddi meira en kjarnfjölskylda nútímans. Frændur og frænkur sem og aðrir í fjölskyldunni höfðu sínum skyldum að gegna. Hvað sem öðru líður þá er fjölskyldan þín eigin og viðtaka á henni Hvað sem öðru líður þá er fjölskylda þín eigin og viðtaka á henni þýðir að viðurkenna vissar skyldur gagnvart henni. Rúnin er að minna þig á þessar skyldur og er venjulegast að benda á að þar sé einhverju ábótavant. Og þegar þú sérð þessa rún á hvolfi þá merkir hún ofsöfnun krafta á einn stað. Það er ójafnvægi á hlutunum, táknar samband þar sem skortur er á að gefa eða að þiggja. Venjulega táknar þessi staða skort á trausti. Þér er ráðlagt að hugsa málin og finna út hvar vitleysan er. Stattu fast á þínum skoðunum, sérstaklega innan fjölskyldunar, og leyfðu öðrum að hafa sína skoðanir. Sér hver verður að eiga sinn stað sem er hans eigin. Og bara sem enda skilaboð þá ætla ég að minna á alla á að rún merkir leyndardóm og það að allar þessar tilvísanir í þýðingu rúnana í rauninni þýði ekki neitt og að þú getur persónulega horft yfir hver einustu rún og ákveðið sjálf eða sjálfur hvað þú telur rúnuna þýða. Þú þarft ekki að bera neitt sérstakann skilning eða þýðingu á þessum rúnum sem alþjóðlegur eða neitt þannig. Þú mátt vanvirða allar þýðingarnar á þessum rúnum sem eintómt rugl og ákveða upp á þitt eigið þýðingarnar á þessum rúnum. Persónulega þá finnst mér mikið að vera óþarfa þýðingar. Ég las yfir þessar þýðingar og að mínu mati þá finnst mér það að hafa 4 þýðingar fyrir hverja rún oft vera of mikið og oft bara vanvirða raunverulegu þýðinguna rúninnar. Ég persónulega mun ekki fara eftir þessum leiðbeiningum persónulega upp á hverjum punkti, Ég
mun án efa elta hjarta mitt og magan og treysta á mig sjálfan fyrst og fremst. Þó þetta var gaman og þó þessar lýsingar voru áhugaverðar, þá voru þetta bara lýsingar annarra manna og þær þýða ekki allt fyrir okkur. Við höfum okkar eigin þýðingar sem manneskjur, sem einstaklingar. Við skulum ekki festa okkur í litla gröf sem einhver annar er búinn að grafa fyrir okkur. Ok, þetta voru rúnirnar og ég vona að þetta var góður lestur. Njótið bara, eigið góðan dag.